Forstjóri og stjórnarmenn greiðslumiðlunar umboðsaðila Visa á Íslandi beittu í mörg ár skipulögðum undirboðum til að koma í veg fyrir samkeppni á kortamarkaði. Auk þess var náið samráð milli Visa og Kreditkorta HF, umboðsaðila Eurocard, skiptingu markaðarins. Þetta kemur fram í málsgögnum í kortasamráðsmálinu svokallaða sem aldrei hafa verið birt þrátt fyrir að fyrirtækin hafi greitt mörg hundruð milljónir króna í sekt fyrir brot á samkeppnislögum. Kastljós hefur þessi gögn undir höndum og við förum yfir þetta mál hér á eftir, birtum útdrætti úr tölvubréfum og fleiri skjölum sem því tengjast. En við byrjum á kortasamráðsmálinu frá 2006. Helgi Seljan og Egill Eðvarsson taka nú við. Gögnin sem Kastljós hefur undir höndum eru afrakstur húsleita sem gerðar voru hjá greiðslumiðlun umboðsaðila Visa og kreditkortum umboðsaðila Eurocard í júní árið 2006. 2 árum síðar voru kortafyrirtækin og félagið Fjölgreiðslumiðlun sektuð rúmar 700 milljónir króna vegna brota á samkeppnislögum. Brotin fólu meðal annars í sér áralangt samráð og misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Í aðalhlutverkum við skipulagningu og framkvæmd þessara brota voru þeir Halldór Guðbjarnason, forstjóri Visa og Ragnar Önundason, forstjóri Eurocard. Gögn málsins hafa aldrei áður komið fyrir sjónir almennings. Málið hófst með húsleiti í höfuðstöðum Visa í júní árið 2006. Lögreglumaður bankaði á dyrnar hjá mér, sýndi mér skjöldin sinn eins og þið sjáið í amerísku bíómyndum. Tilkynnti mig að hér væri lögreglan komin og samkeppniseftirlitið og færði mér úrskurð frá dómara sem að heimilaði þeim að rannsóða fyrirtæki taka hér öll gögn sem að þeim þóknaðist og afrita öll okkar tölvugögn. Mér brá svo að mér fannst ég vera staddur inn í einhverju ríki sem hefði annað réttarfar heldur við, en svona er þjóðfélagið orðið. Og ég hafði nánast á tilfinningu fyrst í morgun, að það væri bara vera ráðastur á heimilinu mitt, það væri bara komin einhver upp í rúmi hjá mér. Okkur er ekki kunnugt að við höfum brotið neins samkeppnislög. Síðar sama dag var gerð húsleit hjá Eurocard. Ástæðan voru kvartanir kortaþjónustunnar umboðsaðila danska fyrirtækisins PBS misnotkun Visa á markaðsráðandi stöðu. Kortaþjónustan hafði 4 árum áður komið nýinn á íslenskan markað og hafði samkeppni svokallaða færsluhirðingu. Færsluhirðing er í sem einföldustu máli að afgreiða kortaviðskipti. Það er að sjá að sækja fjármuni á reikning kaupenda og skila þeim til kaupmanns. Risarnir 2 sem setu höfðu að markaðnum Visa og Eurocard höfðu fram að þessu greitt verslunum mánaðarlega vegna allra kreditkortaviðskipta. Kortaþjónustan bauð í fyrsta sinn upp á að greiða kaupmönnum innan 2 daga frá því viðskipti fóru fram. Í stað þess að svara samkeppninni með bættri þjónustu hófu kortafyrirtækin 2 skipulagt stríð gegn kortaþjónustunni. Í minnisblöðum og tölvubréfum forstjóra Visa, Halldórs Guðbjarnasonar, grímulaust rætt þessi samkeppnisbrot og þau útlistuð. Eftir stjórnarfund í Visa skömmu eftir að kortaþjónustan kom á markað skrifaði Halldór einfaldlega að samkeppni við þetta nýja fyrirtæki yrði háð. Í þeim tilgangi að sigra það stríð og senda leið skilaboð til annara að það sé ekki eftirsóknarvert að reyna að komast inn á íslenska markaðinn. Halldór segir á öðrum stað af sama tilefni: Þetta ágæta kerfi okkar á sinn hátt í uppnámi núna. Í minnisblaði til stjórnarformanns Visa, Björns Björnssonar, starfsmanns Landsbankans, segir að ekki þýði að fara út í samkeppni nema menn séu tilbúnir að lækka verulega þóknanir. Tilgangur okkar hlýtur að vera sá að koma þeim út af markaði, gera viðskipti þeirra óarðbær. Þess vegna þurfum við að vera tilbúnir tíma að fara alveg niður í kostnaðarverð á fjármagni til en á árangri. Þessar fyrirætlanir markaðsráðandi félags hrein lögbrot voru síðan staðfestar á stjórnarfundi Visa af fulltrúum eigendana. Þeir kaupmenn sem höfðu ákveðið að eiga viðskipti við kortaþjónustuna fengu nú markviss undirboð. Í ódagsettu minnisblaði Andra Vals Hrólfssonar, forstöðumanns fyrirtækjasviðs Visa, brotin útlistuð undir fyrirsögninni Baráttan við kortaþjónustuna, hvaða vopn höfum við? Heimild til þess að fara með þjónustugjald stærri aðila niður í 1,5%. Í dag förum við aldrei niður fyrir 1,6%. Þessari heimild að beita mjög varlega þar sem hún ekki í samræmi við neitt annað og þetta bara gert til að mæta óeðlilegri samkeppni, enda getur þetta haft mjög slæmar afleiðingar ef þetta fréttist.
Í pósti Andra Vals til fjármálastjóra Visa árið 2005 kvartar hann svo yfir því að tekjur hafi dregist saman þrátt fyrir að gjöld hafi hækkað 3 á innan við ári. Þetta getur alltaf verið rétt. Við höfum ekki lækkað nokkurn kaupmann svo ég viti til nema einstaka smáseiði í sambandi við samkeppni við kortaþjónustuna. Visa lét þó ekki undirboðin duga heldur bauðst til að greiða fyrir auglýsingar og bar þannig fé á viðskiptavinni samkeppnisaðilans. Auk þess voru færslur sem fóru í gegnum kerfi kortaþjónustunar flokkaðar sem erlendar af Visa sem skapaði verulegt óhagræði fyrir verslanir sem þurftu til dæmis að hringja inn allar stærri færslur. Þegar svo einhver kvartaði var skipun Halldórs forstjóra Visa að benda verslunum á að hægt væri að losna við óhagræðið með því að koma í viðskipti við Visa eða Eurocard. Það voru einnig viðraðar hugmyndir að láta viðskiptabankana þrýsta á viðskiptavinni kortaþjónustunar að hætta í viðskiptum við þá. Ekki eru í gögnum málsins beinar sannanir fyrir því að það hafi verið gert. Hins vegar ljóst af samskiptum Halldórs forstjóra Visa og Halldórs J. Kristjánssonar Landsbankastjóra að Visa vildi fá Landsbankann til að aðstoða sig við að hækka gjöld sumra fyrirtækja og þar sérstaklega talað Haga. Má vera að við þyrftum einhverja aðstoð frá ykkur viðskiptabanka Haga. Í sama tölvupósti útlistar forstjóri Visa raunar hvernig standi til að ná stærsta viðskiptavinni kortaþjónustunar Iceland Express af þeim. Forstjóri Visa reyndi einnig að fá Visa International til að beita sér í samkeppninni við kortaþjónustuna með því að setja reglur sem þrengt hefðu möguleika kortaþjónustunar til að greiða út oftar en Visa og Eurocard höfðu gert. Halldór segir í bréfi til Visa International. Það getur vel verið að reglur Visa séu eingöngu samdar með þarfir stærri markaðsvæða í huga. En samt sýnir þetta dæmi kortaþjónustuna að það gæti launa sig að sinna hagsmunum lítilla arðbæra markaða sem gætu auðveldlega spilst með því einu að farið væri að reglum. Halldór forstjóri Visa tók við störfum þar árið 1999. Eitt af hans fyrstu verkum var að senda fulltrúa Landsbankans sem þá var eitt stærsti eigandi Visa bréf. Í bréfinu undrast Halldór samkeppni Eurocard og Visa og segir fyrirtækin ganga of langt í baráttunni hvort við annað. Hvetur hann til þess að fyrirtækin taki sig saman eitthvert viðmiðunarmark eins og það orðað. Halldór rekur því næst hvernig Visa og Eurocard hafi samið þegar samkeppni félagana var orðin mikil í tilteknu máli. Menn handsöluðu slíku samkomulagi þótt ekki mætti nefna það opinberlega. Þar með hófst langt tímabil ólöglegs samráð sem marka má samskipti Visa og Eurocard næstu árin. Starfsmenn félagana skiptust ítrekað á upplýsingum gengi félagana tveggja og verðskrár. Ítrekað talað samkomulag auk þess sem félögin virðast tilkynna hvort öðru það sem kallað fyrirhuguð samkeppni þar sem óskað eftir gagnkvæmu samkomulagi til hagræðis fyrir félögin þegar Eurocard hugðist starfrækja posalegu svo dæmi sé tekið. Tölvubréf forstjórana tveggja voru iðulega merkt orðunum eyðið eða eyðið samtægus. Forstjórarnir voru þannig meðvitaðir að innihaldið þyldi ekki dagsins ljós. Þetta á til dæmis við tölvupóstsamskipti milli forstjórana í tilefni af bréfaskiptum Ragnars Önundarsonar við höfuðstöðvar Visa í Evrópu. Þar ítrekar Ragnar að þótt Eurocard óski eftir að veita tiltekna þjónustu í gegnum Visa sé ekki ætlunin að fara að stíga á tær Visa á Íslandi með því að efna til samkeppni svokallaða færsluhirðingu. Ragnar segir svo að í gangi sé samkomulag að varðveita ákveðin stöðuleika í lágmarks hagnaði félagana tveggja og ekki sé ráðlegt að kasta fyrsta steininum þar. Ragnar framsendir svo Halldóri póstinn með orðunum eyðist samdægus. Samskipti forstjórana bera þó með sér að stundum hafi slest upp á vinskapinn. Þetta gerist til dæmis þegar forstjórarnir takast á auglýsingar fyrirtækjana. Það segist Ragnar undrast mjög hversu illa liggi á Halldóri, einkum í ljósi þess að formaðurinn í stjórnmálaflokki Halldórs hafi þá nýlega sagt af sér, en þar átt við Halldór Ásgrímsson. Bréfinu lýkur Ragnar svo með þessum orðum. Með breyttu eignarhaldi kortafélagana líklegt að svona rapp okkar á milli þurfi að vera endanlega liðin tíð. Við skulum dílíta þessu úr bæði inn- og úthólfum. Fyrirtækið Fjölgreiðslumiðlun var eins og áður segir einnig aðili að samráðsmálinu sem verður að telja sérstakt í ljósi þess að það var beinlínis stofnað til þess að auka samkeppni á kortamarkaði. Það sá rekstur kerfana sem peningafærslur greiðslukorta fara og átti í því skyni að auðvelda nýjum aðilum að koma inn á markaðinn. Eignarhaldið á Fjölgreiðslumiðlun virðist þó hafa orðið til þess að félagið varða nokkurs konar þjónustuaðila fyrir risana 2 í samkeppni þeirra,
en Visa og Eurocard áttu fjölgreiðslumiðlun ásamt eigendum kortafyrirtækjanna, bönkunum og loks Seðlabanka Íslands. Fjölgreiðslumiðlun tók þátt í alvarlegum samkeppnisbrotum með því að aðstoða við að koma upp hindrunum fyrir samkeppni. Stjórnarfundir í fjölgreiðslumiðlun virðast hafa gegnt ámóta hlutverki og öskjuhlíðin gerði í samráði grænmetisala, enda sátu forstjórar Visa og Eurocard í stjórninni ásamt fulltrúum bankana. Jóhannes Kolbeinsson, forstjóri kortaþjónustunnar, sendi Loga Ragnarsinni, forstjóra fjölgreiðslumiðlunar, tölvupóst skömmu eftir að kortaþjónustan hóf starfsemi á Íslandi. Þar var óskað eftir aðgangi að kerfi fjölgreiðslumiðlunar. Logi áframsendi bréfið til yfirmanna Visa og Eurocard sem brugðust reiðir við. Í kjölfarið hófst vinna við að setja nýjar reglur hjá fjölgreiðslumiðlun sem þrengdu mikið að kortaþjónustunni. Gögn málsins bera það með sér að Ragnar Önundarson hafi átt frumkvæðið að því að setja reglurnar og í raun skrifað uppkastaðin. Ekki liggur hins vegar fyrir hvort reglurnar tóku gildi. Ragnar Önundarson, forstjóri Eurocard, sendi viðskiptanefnd Alþingis erindi þegar verið var að endurskoða lögum fjármálafyrirtæki á árinu 2002, stuttu eftir að erindi kortaþjónustunnar barst fjölgreiðslumiðlun. Í því erindi fer Ragnar fram á að inn í frumvarpið verði sett skilyrði að félög sem stunda kortaþjónustu hér á landi hafi leyfi til lánaþjónustu hér á Íslandi. Þar sem móðurfélag kortaþjónustunnar var erlent, hefði þetta að óbreyttu ýtt fyrirtækinu af markaði, en viðskiptaráðherra setti reglugerð eftir á til að forða því. Eins og fyrr segir komst samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu í ársbyrjun 2008 að félögin hefðu brotið samkeppnislög og þannig hindrað eðlilega samkeppni á markaði sem að lokum bitnaði á viðskiptavinum og þar af leiðandi neytendum í landinu. Óumdeilt að innkoma nýs aðila á markað sem virðist hafa stjórnast af sameiginlegum hagsmunum Visa og Eurocard hafði áhrif og varð til þess að gjöld lækkuðu. Félögin gerðu ekki athugasemdir við úrskurð samkeppniseftirlitsins og greiddu samtals 735 milljón króna sekt. Hæst var sekt Visa en sektir Eurocard og fjölgreiðslumiðlunar voru ögn lægri. Í kjölfarið á úrskurðinum breyttu bæði stóru kortafyrirtækinum nöfn og forstjórarnir tveir, Ragnar og Halldór, hurfu frá störfum. Logi Ragnarsson, forstjóri fjölgreiðslumiðlunar, starfar þar enn, en það félag hefur nú í kjölfar samráðsmálsins verið sett í hendur Seðlabankans. Ragnar Önundarson nú einn af valdamestu mönnunum í íslensku viðskiptalífi í gegnum varaformennsku hans í stjórn Framtakssjóðs Íslands. Framtakssjóðurinn á nokkur af stærri fyrirtækjum landsins eins og Icelandic Group, Iceland Air og Húsasmiðjuna. Í Framtakssjóðnum situr Ragnar í umboði félagsmanna í lífeyrissjóði Verslunarmanna þar sem hann gegnir nú varaformennsku. Skipan Ragnars í stjórn næst stærsta lífeyrissjóðs landsins varð umdeild í stjórn VR. Þannig greiddi minnihluti stjórnar VR atkvæði á móti skipun Ragnars. Formaður VR varði hins vegar ákvörðun meirihlutans svona. Mér skilst að þau samkeppnisbrot sem áttu sér stað hjá kreditkortafyrirtækjunum, það hafi verið á eigenda og stjórnarplani, þannig að ég veit ekki hvort sé hægt að gera hann ábyrgan fyrir því, allavega hann var ekki málsaðilega því máli. Hvaðan hefur það hann hafi ekki verið málsaðilega málinu, forstjóri fyrirtækisins? Já, hann tjáði mér og upplýsti mig það þegar ég spurði hann sérstaklega. Sú fullyrðing að Ragnar Önundarson hafi ekki verið aðili málsins og að fyrirtækin hafi í raun framið samkeppnisbrotin stangast þó á við skilgreiningu Ragnars sem sagði í grein í Morgunblaðinu í desember síðastliðnum af öðru tilefni. Rétt að staldra við og minna á að svonefndar lögpersónur, félög, gera aldrei neitt af sér sjálf. Það eru mennirnir sem þeim stjórna. Afskiptum samkeppnisyfirvalda af greiðslukortamarkaðnum lauk ekki þar með. Ári síðar var enn lagt af stað í húsleit hjá Visa sem þá hét Valitor. Kvörtunin í það skiptið kom reyndar frá félaginu Borgun, umboðsaðila Eurocard, en erindi sama efnis barst einnig frá kortaþjónustunni. Eftir því sem Kastljós kemst næst sú rannsókn enn í gangi og ekki vitað hvenær niðurstöður fást. Forstjóri Valitor á þeim tíma sem rannsóknin tekur til var Höskuldur Ólafsson, núverandi bankastjóri Arion banka. Já, og við þetta má bæta að kortaþjónustan hefur opnað vefsvæðið kortasamráð.is þar sem öll gögn málsins verða birt. Kastljós leitaði viðbragða Halldórs Guðbjarnasonar fyrrum forstjóra Visa í dag en hann kvaðst ekki vilja tjá sig málið að sinni.
Það sama sagði Logi Ragnarsson, forstjóri fjölgreiðslumiðlunar. Halldór ítrekaði þó að Samkeppniseftirlitið hefði neitað honum aðgang að gögnum málsins á þeirri forsendu að hann var ekki aðili þess. Hann hefði ekki verið sáttur við þá ákvörðun eigenda og stjórnar Vísa að játa sekt í málinu, en sjálfur hefði hann aldrei fengið tækifæri til að útskýra sína hlið. Í sama streng tók Ragnar Önundarson í yfirlýsingu sem hann sendi Kastljósi. Þar segir Ragnar enn fremur að Samkeppniseftirlitið hafi litið fram hjá alvarlegasta brotinu í málinu sem fólst í sameiginlegu eignarhaldi banka og sparisjóða á Visa og Eurocard. Það hafi verið mun alvarlegra brot en það sem bankarnir játuðu fyrir hönd kortafyrirtækjanna. Hann segist undrast það að Samkeppniseftirlitið hafi leyft bönkunum að komast upp með að borga sig frá frekari rannsókn á því hvernig þeir hafi raun og veru skipt kortamarkaðunum á milli sín með sameiginlegu eignarhaldi á báðum stóru kortafyrirtækjunum.